Já, skemmtilegt mál eða þannig, vísi.is sagði frá því að Sindri Sigríðarsson, hver annar, væri nú grunaður fjárdrátt og þið munið eftir þessum, hann fór mikinn hérna yfir nokkra ára tímabil, þá var hann hérna daglegur gestur og síðan fjölmiðlana úthúða fólki, hægri vinstri, mikill siðapostuli, var dreginn fyrir dóm á endanum fyrir viðbjóðslegu ummæli sem hann hafði Ingo Viðuguð. Hann kallaði hann barnanýðing og ég veit ekki hvað og stóð síðan alveg keikur bara en það var hann með Halla í hjólastólnum fyrir aftan sig sem var búin að lofa bara ekkert mál, ég borga fyrir alla sem að Allt sem þú segir, ég borga fyrir það. Já, bara drullið endilega yfir Ingo Viðuguð ég tek upp veskið og ég borga þannig að Sindri var rosa brattur og mikið töffari hérna þó að hérna, hann hafi nú ekkert til að bera svona til þess að líkast vera einhver töffari langt því frá sko. En hann bara tvíeldist og reif kjaft alveg hægri vinstri. Ég mitt sá ég var mér var bent á að renna hans yfir Facebookið hans og það var bara hver statusum eftir öðrum sem að hérna er hann að gaggrina á náttúrulega þegar Edda Falag var allt í orðin sko hvalavinur mikill, manstu því? Já, akkurat. Þá stökk Sindri á þann vakt líka sko og skrifaði hann Þá sjaldan að ég slæ mig með meistaragráðinu minni í fjármálum og reikningshaldi. Bilt tilfinningarök eins og dýravelferð og álíta annara land á Íslandi virðist engu máli skipta. Tölum þá tungumál sem fjármálráðar ætti að skilja. Allt þetta heila máli raun sára einfalt. Ríki getur ráðið endurskoðuna fyrirtæki til að reikna út þjóðhagslegan ábataði að tapa af hvalveiðum. Og já, þetta nú, þarna var nú ekkert sko sérstaklega sko orðljótur eins og hann venjulega, en hann var að skrifa eigandan á B5 sko öllu gamni sleftu pæli í hvað þetta sorglegt fullorðinn maður var uppvísað því að elta og árita konur sem unnu sér það eitt í saka að vera mótallan kynferðisofbeldi en nú að reka skemmtistað og þannig að tala að Sverrir þessi sem átti B5 hann lenti einhverju orðaskaki við öfga stelpunar og sendi einhver skilabóð eitthvað bara, og þá fór þessi Sindri Sigríðarsson að uppnefna hann og segja hann sé að áreita konur sem vinni ekki að kynferðisofbeldi. Og stað þar sem að fólk iðulega undir áhrifum, ímyndum okkur að kona væri fyrir ofbeldið hana. Mynduðu treysta eigandum staðarins til að koma henni til varnar? Mynduðu treysta framburi stjórnandans ef til þess kæmi? Hvert ætli ofbeldismenn fara á djammið ef ekki á stað þar sem að þeir telja sig öruga meðal sinna eigin og hann skrifaði meira Sverri þegar að Sverrir fór í mál við hann sko og hann segir næst má þessi aumingi og rævill viðurkenna hann skulda mér 1,2 milljón pluss áfatning kostnað það ekkert minna en tragikómika svona broke ass bitch getið þóst verið einhver business kall. Þetta í ágúst 2023 á meðan að Sindri Þór Sigríðarsson var að stela peningum frá af listamönnum já. Og af listamönnum og Reykjavíkurborg sem var að styðja hann var sem framkvæmdastjóri Tjarnabíós það kom fram í fréttum í gær að leikhússtjórinn sem tók þar við ekki fyrir löngu síðan hann Snæbjörn Brynjarsson hann fór að rýna eitthvað í bókhaldið og sá skrýtna reikninga fór síðan að kafa betur á þetta með lögmönnum og endurskoðendum og það kom í ljós að lágmarki 13 milljón króna fjárdráttur Sindra Sigríðarssonar og og hann bætti líka við og einbeittur ásetningur þetta ekki einhver miskilningur og óvart eitthvað millifært féð þarna það einbeittur ásetningur sem sagt þjófur sem að hefur í langan tíma ekki gert neitt annað en að messa yfir öðru fólki og það eitthvað svona dæmigert fyrir þetta heila lið sem að lætur hæst og situr í dómarasæti yfir öðrum að það virðist einhvern veginn haldast alveg í hendur að það sé einhver siðferðisbrestur þar að baki ljótar beinagrindur í skápnum og ef ekki bara þjófnaðir kynferðisbrot og viðbjóður sko. það er bara mjög algengt að því virðist vera og það var sláandi að sjá fréttirnar í gær þess að ég segi, fyrst þegar ég sá fyrirsöndunni ég segi, ok, þetta geti verið annað eitthvað
eitthvað óvart, millifært eitthvað svona. Nei, við erum að tala bara glæpamann. Við erum að tala þjóf sem var að stela frá listamanna vinum sínum, þú veist, sem átti að heita vinur hans og hann var að stela frá Reykjavíkurborg og hann er sem sagt, ok, ég er að segja þetta hérna á þess að þessi búið að gefa út ákæru en leikurstjórinn, hann staðfesti þetta í mörgum viðtölum í gær, það bara því miður þá get ég staðfest það að hann er grunaður fjárdrátt og það verður lögðin kæra, sem sagt núna í morgun, þennan föstudagsmorgun verður lögð kæra fram hjá lögreglu og og það verður ekkert heyrst í stuðningsmönnum Sindra en Borgar Halli þetta ekki bara? Það spurning hvort að Halli í hjólastólnum hlaupi Gundi Bagga, hann hefur rettað honum áður og borgi bara þennan fjárdrátt og þetta siðferðis fyllir í sukk sem að Sindri Sigríðarson hefur skellt í sér á. Fyndið mitt magnað sko, þetta lið sem er með breytir föðurnafninu í Sigríðarsson. Það er oft einmitt sko eitthvað skrítið þar að baki og ég veit ekki hvort að Sigríður gamla móður hans sé sérlega stolt að því að hann beri nafni Sigríðarsson á þessum degi en eflust verður hann alltaf litla krútið hennar. Hann á þetta samt alveg skilið þess að 13 milljónir minna bara fyrir að standa í þessari baráttu. Hún er ekkert frí þessi barátta. Nei, það hefur margsinnis komið fram hjá öfgum og þeim að það er ekkert ókeypis að standa í baráttu gegn kynferðisofbeldi á hverjum degi. Þú veist, hann alveg svona, hann gaf sig út fyrir að vera baráttumaður. Hann kom margsinnis fram og skrifaði, renni yfir Facebooki hans. Það er svakalegt að sjá hvað upphafningin á sjálfum sér og hvað hann er að gera ótrúlegt starf fyrir konur í þessu þjóðfélagi, þú veist, alveg berja sér á brjóst, sko. Þetta er hetja. Þetta er sannkölluð hetja. Hetja sem við engin baðum. Og hann var að gera þetta fyrir fórnalömb Ingós Veðugus, sagði hann einhvers staðar. Staðreyndin er svo að það var aldrei neitt fórnalamb Ingós Veðugus. Það steig enginn fram sem fórnalamb Ingós Veðugus. Þetta voru viðbjóðslegar kjaftasögur sem að Sindri magnaði upp með því að gefa enn betur í og lýsa því síðan yfir þegar að hann var að láta hann axla ábyrgð á orðum sínum og þá lýst hann því bara yfir að þetta væri bara allt saman einhver eitthvað skítmix hjá Ingo og dómstólum og hann ætti bara að skamma sín og hann stendur alveg keikur í sitt þrátt hann að vera dæmdur fyrir það. Þannig að þetta er leksía fyrir okkur hinn. Það er einmitt sko að við sjáum alltaf, ég var einmitt sko Huginn Þór var með smá færslu þetta líka. Taktu mig út af skjánum þessum að ég ætla að sjá hvað Huginn skrifar hann segir, þessi maður nýtti fólk, mig meðtalinn, reyndi að eyðileggja fyrir mér starfsmöguleika og fleira, var svo dæmdur fyrir slíkt tengt Ingo Veðuguð. Svona fólk á oft eitthvað mikið bátt sjálft. Þá fólk sem var dæmt fyrir meiðyrði gegn mér átti bersýnilega við mikil vandkvæða að stríða, en almenningur átta sig oft ekki á því að þetta er fólk sem að gengur hreinlega ekki heilt í skóar. Almenningur lætur jafnvel svona illkvitti fólk hafa mótandi áhrif á skoðanir sínar og mynda sér neikvæða sín á viðkomandi aðila sem þola netnýð slíkra veikra einstaklinga. Þetta er mjög sterkur punktur hjá honum Huginn. Nú er þessi Sindri látin fara, grunaður fjárdrátt frá Tjarnarbíói og þessi orð hans þar sem hann segir sko, almenningur lætur jafnvel svona illkvitti fólk hafa mótandi áhrif á sínar skoðanir og myndar sér neikvæða sín á viðkomandi aðila sem þola netnýð slíkra veikra einstaklinga. Þetta er mjög gott. Þetta er rosalega mikil leksía í þessu. Það maður mikilvægt að ég las á netinu hann bara ofbeldismaður. Hann er bara ógeðslegur ofbeldismaður. Sindri Sigríðarsson sagði það. Já. Hann er rosa baráttumaður. Já, hann er baráttumaður sem er bara góður í gegn. Allt sem hann segir er gott og rétt. Þetta er nákvæmlega sama tilfelli með Eddu Falak einmitt, sem var að svindla kúa og pretta og hún er einmitt líka í málaferlum, eða það er málaferli gegn henni fyrir þjófnaði. Og við höfum fjallað til dæmis þegar hún sveik var með landssöfnun Edda Falak áfrýjar sem var söfnun á Karolínafönd. Þetta heita Edda Falak fer til Ítalíu Safnaði 2,5 milljón og stakk þeim öllum í vasan. Það var ekki króna notuð af því að málinu var ekki áfrýjað. Þetta er kostulegt líðalag, algjörlega kostulegt. En það sem að ég vona að fólk
dragi eitthvað lærdóm af þessu, það er að segja almenningur sem að fylgjast með fréttum, að stökku ekki bara alltaf á þessa réttlætis og fylgja sér á bakvið ofbeldis fulla réttlætisrittara sem að fá kikk út úr því og að upphefja sjálfa sig með því að níða aðra niður. Það er ömurlegt einhvern veginn. En 13 milljónir það er alveg fínn peningur sko. Hvað er þetta yfir mörg ár? Þetta er bara yfir 2 ár held ég. Í alvörunni, djúlir þetta mikið? Það er heldur mikið. Ég veit að það er ekkert mikill peningur að koma hann inn. Þetta er eitthvað svo hvernig ég held að það myndi ekki komast upp. Þetta er alveg hreint ótrúlegt sko. Sker hann bara raging coke addict, það getur verið sko. Já. Þetta er eitthvað svona þetta er svo mikið á svo stuttum tíma fyrir ekki eitthvað risa fyrirtæki að þú ert bara hlýtur að vera með eitthvað í gangi sko. Það segir forsvarsmenn leikhússins hafa árabil vakið athygli á báðri stöðu þess vitum við Sindri Þór Sigríðarson, framkvæmdastjóri Tjarnarbíós, grunaður fjárdrátt það kemur ekki fram á hvaða tímabilið þetta er. En það var ítalegt viðtal við Snæbjörn Brynjarsson á vísi.is í gær sem að ég mæli einnig með, það sem hann saði með þetta sko að það væri augljóslega innbeittur brotavilji. Þetta er sem sagt bara þjófnaður. Snæbjörn tók við sem leikhússtjóri í október síðastliðnum og ræða þetta er síðan þetta er í lok 2021 þegar Sindri fær aðgang að sjóðum Tjarnarbíós. Þetta er 22, 23 og 24, þetta er 3 ár. 3 ár, 13 milljónir á 3 árum. Þetta er sko þetta er alveg styrluð upp 2, 3, 4, 5, 6 deilt með 36. Það er mjög einbeittur brotavilji. Þetta er 360 skall á mánuði sko. Já, hann er að þykja laun frá Tjarnarbíó og draga að sér 360 skall á mánuði eða þú veist eitthvað það, já. Að meðaltali og Jesus maður. Þetta er magnað sko og á sama tíma á meðan hann er að stela þá er hann á fulla á netinu að níða annað fólk. Já. Níða skóin af saklausu fólki eins og Ingo Veðuguð sem að er þetta ekki bara alveg dæmi gert sko? Fólk er alveg Þetta kom hann ekki mikið óvart. Skulum orða það. Þetta er alveg og þú veist og maður sá nú á meðan á þessu stóð sko þegar hann var að níða skóin af fólki að þetta var eitthvað svona grei sko sem að vildi gangi augun á kvenþjóðinni sko og einn af þessum strákum sem vildi komast onni í buxurnar á 5 minústunum sem að hefur örugglega ekkert gengið neitt rosalega vel hjá honum samt sem áður en að hann skildi hafa verið líka svona óheiðalegur það er algjört met sko. Það er algjört met